Í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Við biðjum, eilífi Guð, þú sem ert móðir miskunnsemdanna og faðir allra huggunar, við komum hér saman auðni og ganspann í skátum lífsins og hryggum við andláti Ölvers Benjamínssonar. Þú veist hvaða tilfinningar það er sem leita á huga okkar núna og við hvaða spurningar við glímum. Láttu þessa kveðjustund í helgidómi þínum hjálpa okkur til að finna fyrir nálægð þinn og kærleika svo við treystum orðum frelsarans. Verið hughröst, ég hef sigrað heiminn. Við biðjum í nafni Jesú Krists. Amen. Á kveðjustund okkar ástkæra Ölvers Benjamínssonar kom upp í hugan orð úr Síraksbók sem eiga vel við hann og minna okkur jafnframt á hvað við eigum mikið að þakka fyrir að hafa átt slíkan mann í lífi okkar. Traustur vinur er örugg vörn, finnir þú slíkan áttu fjársjóð fundinn. Traustur vinur er verðmætari öllu, á engan kvarða fæst gildi hans metið. Traustur vinur er sem ódáinn strykkur, sá sem drottinn óttast mun slíkan finna. Sá sem óttast drottinn vandar val vina, hann heldur sér að slíkum sem honum sjálfum líkjast. Amen. Mér finnst ég varla heilni hálfur maður.
Ölver Benjamínsson var traustur maður og ósérhlífinn, umhyggjusamur og trú sínum gildum. Hjálpsemin var honum í blóð borin og hann gekk glaður til allra verka. Lífshlaup hans ber því glöggt vitni. Það fer því vel á því að lesa úr bréfi Páls postula til Galatamanna og kveðjustund. Þreytumst ekki að gera það sem gott er, því að á sínum tíma munum við uppskera ef við gefumst ekki upp. Þess vegna skulum við, meðan tími er til, gera öllum gott. Og þessi orð Páls postula eru okkur öllum hvatning til að gera slíkt í sama og hann Ölver ástundaði í sínu lífi. Þreytumst ekki á að gera það sem gott er, meðan tími er til. Amen.
Við skulum rísa úr sætum og heyra heilagt guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. Marta sagði við Jesú: Herra, ef þú hefði verið hér, væri bróðir minn ekki dáinn. En einnig nú veit ég að Guð mun gefa þér hvað sem þú biður hann um. Og Jesú segir við hana: Bróðir þinn mun upprísa. Marta segir: Ég veit að hann rís upp í upprisinu á efsta degi. Og Jesús mælti: Ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann degi. Og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að eilífu deyja. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall. Lof sé þér Kristur. Þar
Ég heilsa ykkur með kveðju postulans, náð sé með ykkur og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Amen. Þakklátum huga kveðjum við í dag, hérðan frá Borgarneskirkju, Ölver Benjamínsson sem lést á gjörgæsludeild Landspítalans við Hringbraut 2. desember síðastliðinn. Ferð þín er hafin, fjarlægjast heimatún, nú fylgir þú vötnum sem falla til nýrra staða og sjónhringir nýir syndra þér fyrir augum. Þetta fallega ljóð heitir Framtíð og er eftir Hannes Pétursson. Hér er einstaklingi fyllt úr hlaði sem heldur á vit hins óþekkta og ókomna. Til nýrra staða þar sem nýir sjónhringir umlykja reynsluheiminn sem þó verður að mati höfundar alltaf mótaður af því sem lagt var upp með. Það er niðurstaða hans að hver maður beri ævilangt svipmót uppruna síns. Og þessi kenning sannast án efa í manninu sem við kveðjum í dag, í honum Ölveri Benjamínsinni. En hann var sveitastrákur í húð og hár. Frá æsku voru það heimatúnin á Ystugörðum sem voru hans grænu grundir, þar sem hann unni sig hvíldar og upplifði frið. Og fjallarhringurinn alltumlykjandi veitti honum innblástur og voru hans vernd og skjól. Líf Ölvers birtist fyrst og fremst í verkum hans. Hann var hjartahlýr og örlátur að veita úr ríkum sjóði hjartans, hjálpsamur og traustur vinur. Það er gott að geta nú á kveðjustund falið hann miskunn Guðs í trú, von og kærleika og mega njóta þeirra vonar upprisunar sem heitir góðum endurfundum. Guð gefi okkur öllum að styrkjast í þeirri trú. Ölver Benjamínsson var fæddur á Ystugörðum í Kolbeinsstaðahreppi þann 24. maí 1945. Hann lést á Landspítalanum í Reykjavík 2. desember síðastliðinn. Foreldrar hans voru Benjamín Markússon og Ardís Þorsteinsdóttir, bændur á Ystugörðum. Ölver var næst elstur 6 barna þeirra hjóna ásamt tvíburasystur sinni Rut, en hún lést fyrir nokkrum árum. Eftirlifandi systkini Ölvers eru Markús sem er þeirra elstur, þá Þorsteinn Gunnlaugur, Rebekka og Guðmundur yngstur. Ölver, eða Bói eins og hann var nú oftast kallaður, ólst upp við að vinna ýmis sveitastörf og sótti farskóla sveitina eins og þá tíðkaðist þegar hann var unglingur. Hann fór í fyrsta skipti til Reykjavíkur þegar hann var 17 ára og kom inn með bílpróf. Hann fór til að kaupa sér Volkswagen bjöllubifreið. Hann var allatíð mikill áhugamaður bíla. Sem ungur maður fór Bói á sjó og vann í sláturhúsi, tók meira próf og keyrði mjólkurbíl. Á ferðum sínum kynntist hann mörgum og víða mynduðu sterk vinatengsl. Það var einmitt við brúsapallinn við Saura í Hraunhreppi sem hann hitti unga snót, Ragnhildi Andrésdóttur, og með þeim myndaði strax órjúfanleg tengsl. Þau gengu í hjónaband þann 7. maí 1967 og þá höfðu þau eignast sinn elsta son, hann Óskar. Ragnhildur var frá Saurum í Hraunhreppi, dóttir Andrésar Guðmundssonar og Lilju Finnsdóttur, bænda á Saurum. Ragnhildur var næst yngst 9 systkina. Raggi og Bói, eins og þau voru oftast kölluð, hófu búskap í Stóra Langadal og Skógarströnd á giftingarári sínu 1967. Þar voru þau til ársins 1973
En þá tóku þau við búinu að Ystugörðum af foreldrum Ölves, Markúsi og Ardísi. Þá höfðu Benjamin og Andrés bæst í barnahóp þeirra, svo nú voru þau orðin 3. Þau bjuggu fyrst með kindur, en fljótlega byggðu þau fjós og hlöðu og hófu einnig kúabúskap. Á Ystugörðum bættu síðan Björk og Björgvin í barnahópinn og voru börnin þeirra þá orðin 5 á 10 árum. Þau Ragnhildur og Ölver eiga þessi 5 börn. Óskar elstur, hann á einn son, Markús Loga. Næstur Benjamin, hann á 3 syni, Jóhann Ólaf, Magnús og Jón Grétar. Þá Andrés, kona hans Þóra Sif Kópsdóttir og börn þeirra Ragnhildur, Ársældofri og Von. Björk Ben næstyngst systkinanna og sambýlismaður hennar Svanumár Skeving og börnin heita Snædís og Patrekur Alex. Og svo það sá yngsti, það hann Björgvin, kona hans Margrét Kolbeinsdóttir. Þau eiga 3 börn, Andreu, Ölver og Emil. Barnabörnin eru 11 talsins og barnabörnin 3. Bói var vinnusamur og ósérhlífinn og stundaði til að byrja með vörubílaakstur meðfram bústörfum, en þá var algengt eins og nú að bændur lifðu ekki af búskapnum einum saman. Heimili þeirra hjóna einkenndist af mikilli gestrisni. Raggi var fyrirmyndar húsfreyja og voru þau hjónin þekkt fyrir góðar móttökur. Alltaf mátti treysta á að það væri til kaka með kaffinu á Ystugörðum og gestum boðin biti ef komið var á matatíma þar við. Bói og Raggi voru duglega að ferðast, innanlands sem utan, bæði með börnum sínum og vinum. Þau fóru í útilegur inn í Þórsmörk í tjaldvagninum með Lillu systur og Jonna eða hringinn landið og oft voru yngstu börnin með. Má segja að það sé varla til sá vegarslóði á Íslandi sem þau eru ekki búin að fara. Þau fóru fjölmarga ferðir með bændaferðum Evrópu og einu sinni til Kína. Til Kanaríeyja fóru þau nánast á hverjum vetri í 20 ár, síðustu árin sín. Á ferðum sínum eignuðust þau, eins og áður segir, fjölmarga vini sem þau einnig ferðuðust með til annarra landa. Bói og Raggi bjuggu á Ystugörðum allt fram til þess að Raggi lést. En þá tóku synir þeir Andrés og Björgvin við jörðinni. Bói og Raggi voru mjög samrýnd hjón og margir sem þekkja ekki að nefna annað þeirra nema geta hins í sömu setningunni. Raggi lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi 8. nóvember 2020 og það reyndist fjölskyldunni mikið áfall og erfiður tími framundan. Bói upplifði að hann væri bara hálfur maður eftir að Raggi lést, en bar höfuðið hátt og hélt sér uppteknum við að aðstoða strákana sína í sveitinni. Hann festi kaup á sumarbústað austur í Grímsnesi sumarið eftir og það til marks dugnað hans og Elju að hann réðst í það að stækka sumarbústaðinn og lagði 500 fermetra þökum. Hann vildi nefnilega geta slegið og byggði hann þá líka hús utan slátturtraktorinn. Einnig gróðursetti hann fullt af trjám á þessum 2 árum sem hann lifði eftir að hann eignaðist bústaðinn. Bói var duglegur maður, traustur og hjálpsamur. Ég held að það þekki flestir sem, ef ekki allir sem hér eru. Hann var mikill rólyndismadur og ljúfmenni. Hann var sanngjarn og hafði skýr mörk í barnauppeldinu og því báru börnin hans traust til föður síns, fremur en ótta og tóku mark á því sem hann sagði. Hann treysti börnunum sínu fyrir öllu
kenndi þeim og gekk fram með góðu fordæmi með sínu rólega fasi og yfirvegun. Hann var duglegur að hafa börnin með í útiverkunum og í því sem hann var að gera. Þau lærðu því snemma að vinna og bjarga sér sem þau búa að sem fullorðið fólk. Börnin voru ung þegar þau fóru að hjálpa til við bústörfin og fengu mikla og góða verkstýringu frá föður sínum. Það var honum mikil svirði að hafa þau með. Hafa börnin með þó svo að oft á tíðum hefði hann geta unnið verkin og hlutina hraðar ef hann bara gerði þá sjálfur. Það var ekki fyrir en krakkarnir voru orðin stálpu sem pabbi sagði þeim fyrst sögu frá sjómannstíð sinni og þær kunni hann margar skemmtilegar. Meðal annars hafði hann verið í landlegu í Vestmannaeyjum þegar gosið í Surtsey byrjaði 1963. Og þar voru margar sögurnar sem hann kunni og sagði þeim frá vertíðinni í Keflavík einnig af sínum alkunna húmor. Eins og gengur var skvett í sig þegar komið var í land, en það var þá. Börnin minnast þess aldrei að hafa sér vín á föður sínum á meðan þau voru að alast upp. Hann sagði þeim líka sögur frá þeim tíma þegar hann var verkamaður áður en hann gerðist bóndi. Þá voru ekki alltaf til föt til skiptana og þegar til stóð að breiða sér á ball, þá var þess eina skiptan sem hann átti lögð í bleit í ballan og farið í hann að blauta og lagt af stað. Hann kenndi börnunum sínu nýtni og að fara vel með hlutina. Hann nýtti allt og geymdi efni til að nota síðar. Hann smíðaði allt sem þurfti að smíða, var útsjónarsamur og laginn smiður sem gat smíða bæði úr járni og tré. Í vélageymslunni unni hann sér við að smíða og laga allt milli himins og jarðar. Það var sama hvort það var einhver með sprungið dekk eða heifagn sem þurfti að smíða fyrir nágrannana. Það var alltaf hægt að leita til Ölvers í vélageymslunni. Bói var nýjungagjafn og fylgdist vel með allri tækni sem sneri að búskapnum og því umhverfi sem hann var í hverju sinni. Hann var þekktur fyrir það að hugsa í lausnum. Börnin hans minnast þess að eitt sinn, þegar átt að sækja kvígurnar, þá tóku þeir að rás og hlupu burt með halan upp í loftið. Bói sagði drengjunum að vera ekkert eltast við þar og gekk þess í stað hægum skrefum heim. 2 dögum síðar kom hann út úr vélageymslunni með nýsmíðaða kvígugildru sem hann hafði séð einhvers staðar á mynd og hún virkaði ljómandi vel. Og þetta svo lýsandi dæmi fyrir það hvað Bói var glúrinn og lausnamiðaður. Það var allt hugsað í lausnum og hann var einhvern veginn bara með svo mikla innbyggða verkfræði, hugsun. Bói las allt sem hann komst yfir, sama hvort það voru vísindagreinar, barnabækur eða skáldsögur. Hann át það upp til agna eins og sagt en fékk leið margar góðar hugmyndir. Bói hafði einnig gaman af því að veiða. Hann veiddi til dæmis mikið á Svalbarðsá í Þistilfirði í gegnum árin og af því að hann var haldinn mikilli bíladellu fannst honum ekki leiðilegt að þurfa að þvera árnar á leið sinni í veiðina. Eitt sinn var ferðinni heitið í Núpa og vildi þá ekki betur til en að hann festi bílinn í miðri á. Áin var djúp og vatnsmikil og það byrjaði að renna inn í bílinn. Og hann var því að bregðast skjótt við, svo hann opnaði hurðina hinum megin og lét ána bara renna í gegn á meðan hann kláraði veiðitímann. Að því loknu þá fékk hann aðstoð við að losa bílinn og komast heim. Bói var börnunum sínu sterk og góð fyrirmynd og naut þess að vera í návist þeirra. Og þegar aldurinn færðist yfir þá mýktist hann og leitaði að vera með barnabörnunum sínum. Hann hafði svo oft þurft að vera frá vegna vinnu í gegnum árin, en nú var farið að hægjast á öllu.
Hann var allatíð fremur heilsuhraustur en Bói og veikindin, þessi snöggu veikindi komu því að óvörum. Hann hélt hann væri að fá flensu, hafði sofið lítið þessa nótt fyrir verkjum en var þrátt fyrir það að reykja jólahangikjötið eins og hann hafði lofað svo mörgum. Verkirnir ágerðust og ljóst var að eitthvað meira var að en hefðbundin pest. Hann vildi hins vegar ekki kvarta því hann vissi að hann myndi vera að valda fólkinu sínu óþarfa áhyggjum. Hann var fluttur með sjúkrabíl fyrst á Akranes en síðan til Reykjavíkur og læknarnir eiginlega klóruðu sér í hausnum og þetta vafðist fyrir þeim. Þetta var bara hreinasta ráðgáta. Bæði það að lífsmörkin voru góð og svo bar hann sig svo ótrúlega vel. En annað kom í ljós þegar í aðgerð var komið og miklar innvortis blæðingar komu í ljós. Ölver komst ekki til meðvitundar eftir aðgerðina og lést eins og áður segir laugardaginn 2. desember. Fjölskyldan hans sem þekktu hann svo vel vita að hann hefði sjálfur ekki viljað hafa þetta á neinn hátt öðruvísi en fljótt og örugglega. Því hann var ekki fyrir að láta aðra hafa fyrir sér eða hefði viljað eyða síðasta hluta ævi sinnar liggjandi aðgerðalaus og hvað þá bjargalaus inn á stofnun. Svo kom sunnudagur sem var fyrsti sunnudagur í aðventu. Þá var kveikt á fyrsta bænaljósi aðventunar og kertið sem að hér logar, fyrsta kertið, táknar vonina. Ljós vonarinnar var þá tendrað sem er ætlað að lýsa okkur leið nú þegar skuggarnir hvolfast yfir. Það er okkur dýrmætt að vernda vonina innra með okkur á stundu sem þessari og kveðja þakklátt fyrir líf Ölvers sem var ykkur ástvinum það kærleiksafl sem auðgaði líf ykkar. Og það er líka gott að geta leitað í það góðu minningar sem hann Bói ykkar skilur eftir í hjörtum ykkar. Í aðstæðum sorgar þá verður samfélag við fjölskyldu og vini bæði mikilvægt og dýrmætt. Samúðar kveðjur og umfamandi tónlist, hugga og uppörva. Það gerir líka kærleikur og umhyggja sem samferðamenn sýna okkur. Og allt þetta skiptir svo miklu máli til að komast í gegnum missinn. Og ég er hérna með kveðjur sem ég var beðin að skila í dag. Hún Steinun hringdi mig í morgun, hún býr í sama húsi og Bói, Borgarbraut 57 og nágrannarnir á Borgarbraut 57 vildu senda leið samúðarkveðju til fjölskyldunar og þakka honum fyrir þennan tíma sem þau áttu samvistir í húsinu. Aðalsteinn Ingi Pálsson biður fyrir samúðarkveðjur. Sigurbjörg Guðjónsdóttir biður einnig fyrir samúðarkveðju til fjölskyldunar. Og Katrín Sigurjónsdóttir biður fyrir eftirfarandi kveðju. Við sendum okkar mestu samúðarkveðju til ykkar allra frá Nóni, Ingu og Kötu, dætrum Kristínar. En handan við fjöllin og handan við áttirnar og nóttina rís turn ljóssins þar sem tíminn sefur. Inn í frið hans og draum er förinni heitið. Svo kveður Snorri Hjartarson. Við skulum leyfa þessari vissu skáldsins að hughrista okkur og gefa að von trúarinnar beri okkur í gegnum alla sorg og dimma dali.
Guð geymi Ölver Benjamínsson í miskunn sinni og blessi minningu hans. Guð blessi ykkur öll og Guð gefi ykkur öllum gleði og friðarjól. Amen. Og við biðjum saman í Jesú nafni. Guð Faðir í himnaríki, miskunna þú oss. Guð Sonur og lausnari heimsins, miskunna þú oss. Drottinn Guð heilagi andi, miskunna þú oss. Nú lætur þú Drottinn þjón þinn í friði fara, eins og þú hefur heitið mér, því að augu mín hafa séð hjálpræði þitt, sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra þjóða, ljós til opinberunar þeim sem trúa og til vegsemdar líð þínum. Amen. Og við biðjum þig miskunnsami Guð, við þökkum þér fyrir líf Ölvers Benjamínssonar og að fá að eiga hlutdeild í lífi hans. Blessaðu alla góðar minningar og gerðu þær að uppsprettu gleði, visku og kærleika. Við treystum því að þú hafi nú umvafið hann þinni elsku í eilífðinni. Blessaðu ástvini hans sem sakna og syrgja, umvefðu þau öll kærleika þínum og gef þeim styrk, æðruleysi og frið. Hjálpaðu okkur hverju og einu að rækta með okkur von og lífsgleði, þrátt fyrir brothættan heim og veruleika dauðans. Þess biðjum við í Jesú nafni. Amen. Og allar bænir okkar felum við í þeirri bæn sem Drottinn hefur kennt okkur og biðjum.
Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Lofaði sé Guð og Faðir Drottins vors Jesú Krist, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesús sagði: Ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Sá þeir dauðlegu, upprís ódauðlegt. Sá þeir í veikleika, upprís í styrkleika. Sá þeir jarðneskum líkama, upprís andlegur líkami. Veit honum
Drottinn þína eilífu hvíld og láti þetta eilífa ljós lýsa honum. Hann hvíli í þínum friði. Amen. Ég býð ykkur að taka blessun Drottins. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér máttugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Guði séu þakkir sem gefur á sigurinn fyrir Drottinn vorn Jesú Krist. Amen. Ég vil koma því á framfæri að þar sem bálför er að ræða þá verður ekki farið í garð, en ykkur gefst hins vegar kostur á að signa hér fram í andirinu, af því að við treystum ekki alveg veðrinu núna eins og stendur, og síðan bjóða ættingjar í kaffiveitingar á eftir stundina hérna niður á hótelinu.
Amen.